En úr einum Jóni í annan, við skelltum okkur til Grindavíkur og hittum Jón Steinar Sæmundsson, verkstjóra í fiskvinnslu Vísis og áhuga ljósmyndara. Hann hefur verið iðinn við myndatökur, ekki síst úti á sjó, með nýjasta undratæki ljósmyndara og kvikmyndatökumanna, drónanum. Við settum dróna á loft og ræddum við Jón ljósmyndara. Já, Jón, við erum búin að vera að fylgjast með þér að mynda hérna bátana með dróna og annað, og hvað ertu búin að vera með drónadellu lengi eða kemur þetta úr ljósmyndadellunni hér? Það kom svona upp úr ljósmyndadellunni sko. Ég fekk drónadelluna nú svona, já, fljótlega eftir að drónunni fór að koma og fylgdist svona með þessu. En svo svo var nú svo fyndið að ég var alltaf að hika og meðan þróuðust bara drónarnir og féll í verði, þannig að ég eiginlega græddi á því að hika. En hvenær byrjaðir á ljósmynduninni? Þú búin að vera með þetta frá því að skakkur eða? Ég hef alltaf átt áhuga á ljósmyndun og svona öfundað dálítið menn sem áttu flottar vélar, en svo keypti ég mína fyrstu vél 2012 og já, upp úr því var ekkert aftur snúið. Keypti notaða vél og góða gamla Canon og síðan ég búinn að kaupa mér nokkrar vélar síðan. En þetta áhugamál hjá þér, þú ert að vinna í fiskvinnslufyrirtæki? Já, það bara áhugamál og ekkert annað og jú, maður svona kannski selur einu og eina mynd en það bara aukrit eins og svona til þess að peppa mann upp sko. Hvað varst að mynda til að byrja með? Hefur þetta alltaf verið í tengt sjávarútveginu? Já, þetta hafa verið bátar og svona landslag, en ég hef lítinn áhuga á fólki að mynda það sko. Meira svona kannski samskiptum við fólk en ekki að mynda það. Það eitthvað sem ég hef ekki gaman að. Og hvað, varst að mynda bara bátana og mikið hérna kannski í Grindavík? Þetta náttúrulega þessi myndrænt hérna þegar bátarnir að koma inn og mikið líf hérna alltaf í Grindavík? Já, og eins og þú sér hérna núna, sko, þetta nú bara þvílík umferðarmiðstöð að það já, fyrir manni svo mig bara gaman að hafa þetta alveg fyrir augunum alla daga og lifa og hrærast í þessu. Og ekki verra að vinna við þetta líka, sko. Það alveg meiri áttar. Hvað fannst þér skemmtilegast við myndavélina áður en ég fer að spyrja út í drónan? Myndavélina? Já, þetta eins og núna þetta stafræna, það ekki filmur, þú getur alveg pöðrað út í eitt og leikið þér og það það sem svona skemmtilegt við það, sko. Ég ekkert að vinna myndirnar í Photoshop eða neinu, sko. Ég með bara svona sem kallast editorforrit, Lightroom og ekki að photoshopa og vill það ekki. Það ekki svona, ekki alveg beint frá hjartanu eins og maður segir. Þegar drónin kemur, þetta náttúrulega algjör bylting svona fyrir ljósmyndun að geta gert þetta, myndað með þessu tæki. Jú, þetta alveg sko bara allt annað sko sjónarhorn sem að maður fær á hlutina. Bátarnir hérna sem að maður fylgir hér inn, byrjar að taka myndir af þeim hérna fyrir utan og þetta líka eitthvað sem að fólk að sjá sko að hérna frá öðru sjónarhorni. Já, þetta mjög sjaldgæft að sjá eins og þú hefur verið að mynda þetta út að fylgja bátunum langt út á sjó. Já, ég fer dálítið langt út á móti þeim og hef náð þeim verið að taka inn veiðarfæri og draga línu, hífa snöru og þetta allt eitthvað sem að fólk svona í landi ekkert alltaf að sjá sko. Og ég hef virkilega svona gaman að sýna fólki þetta og svo hefur poppað upp eins og þeir höfðu samband við mig frá BBC á sínum tíma, já, núna bara í haust og fengu hjá mér myndir. Þeir höfðu komið hérna til þess að taka upp hérna heimildaþátt hvað Bretland kaupir og selur á einum degi og það var þáttur sem nefndist What Britain buys and sells in a day og þetta var í 3 hlutum. Fyrsti hlutin fjallaði grænmeti, svo næst sjávarafurðir og þriðji bíla. Og þeir höfðu komið og tekið hérna efni viðtöl við menn og drónamyndir og svo sáu þeir eitthvað frá mér
og þeim fannst það betra heldur en það sem þeir höfðu og þá einmitt þessi sjónarhorn. Ég reyndar ekki séð það sem þeir notuðu í þennan þátt sem þessi þættir voru sýndir síðastliðnu hausti og hérna þar kom í sjávarútvegskaflanum 3 eða 4 mínútna kafli frá Íslandi og þar átti efni frá mér að vera einhverjar 30-40 sekúndur sem að ég kalla bara mjög gott sko, svona montin af. Þeir hljóta að borga fullt fyrir þetta? Nei, það var ekki borgað fyrir þetta og hérna það var búið til eitthvað plagg sem var held ég meiri vinna að eiga við heldur en að taka myndirnar en þetta kannski leiðir eitthvað af sér og Þið ert með drónan og ert með fjárstýringuna og þetta er náttúrulega bara svona þjálfun Já, þetta kemur bara og þegar ég skoða myndir sem ég tók í upphafi þá verður maður eiginlega vandræðilegur sjálfur hvað þetta var asnalega lélegt en svo kemur þetta bara með æfingunni þegar maður er að fljúga nærri bátunum og elta þá sko og reyndar er ég nú búinn að krassa einum dróna þannig að Ég ætlaði mér að spyrja þig, ertu virkilega ekki búinn að krassa hann einum? Við þekkjum nú drónamyndatökur en okkur finnst þú að vera ansi kaldur og fara langt. Já, og ég lenti í árekstri við bát á drónanum og það var nú þannig að ég var að fylgja hér bát inn í höfnina og hérna var náttúrulega bara niður sokkin í fjárstýringuna og svo var allt svart og þegar ég leit upp frá fjárstýringuna þá sá ég að það var annar bátur að koma út sem að ég sá ekki þannig að maður verður bara, eins og segja, æfðar í þessu og veit hvað þetta þolir líka. Það er nokkuð sekt í þessu, svona svipað á veirunni þarna frá Kína. En hvað finnst þið vera lykilatriði í drónamyndatökunum? Ég meina, hann er mjög mikið á ferðinni. Já, og þetta gefur manni eins og segja þessa annað sjónarhorn og svo náttúrulega líka það sem að mér finnst alltaf sko vera mikilvægt er að finna þetta sjónarhorn kannski sem að ekki allir hinir eru að taka. Maður sér, þú sér bara eins og fjöllin sem menn taka myndir af eða kirkjufellið eins og segja sem allir eru nú að mynda eða Þorbjörnin sem var nú myndaður hérna mikið hérna í þessum umbrotum öllum að ég vil taka myndir alltaf frá hínu sjónarhorninu ef það er hægt, það er skemmtilegra. Og eru ykkur drónamyndir sem að þú heldur meir upp á en aðra sem að þeir hefur tekist? Já, það er eins og þetta að með bátana að ná þeim þegar þeir til dæmis að draga veiðarfæri og sko það hafa margir gert þetta kannski og verið staddir á bátunum en ég hef gert þetta staddur í landi og það er svona dálítið sem maður hefur gaman að og ná svona fallegum myndum líka, það er setja metnað í þetta sem maður er að birta, það er ekki nóg að pudra þessu bara á netið í magni sko. Nei. En missur aldrei sambandi við drónan, hefur það aldrei gerst? Jú. Kemur hann inn aftur bara? Já. Hann er eins og hlýðinn hundur, hann kemur bara tilbaka þegar honum hendar sko. Þetta er, ég er margoft búinn að missa sambandi við hann og var nú alltaf sjokkeraði fyrst sko, en svo minnkar það og er orðið nánast ekkert sko. Ertu að taka bæði vídeó og ljósmyndir? Já, ég tek bæði ljósmyndir og myndbönd og er svo svona duttað við að klippa saman og setja inn svona músík svona til þess að leyfa fólki að sjá líka. Og þú ert að sýna þetta mikið á Facebook, eða ekki? Jú, ég held úti bátasíðu sem heitir Bát og Bryggjubrölt og ásamt frænda mínum sem að reynda að stofnaði þessa síðu og hann er nú ekki mikið virkur á henni í dag en ég held svona áfram á meðan ég er gaman að því. Þetta kemur svona í kostum hjá henni þessi áhugi, dofnar stundum yfir þessu en ég var að birta mikið þessar bátamyndir inn á sem sagt hérna minn eigin Facebook síðu en svo var orðið eftirspurn eftir því að menn vildu skoða þetta og ég var að fá vinabeiðnir svona frá hinum og þessum sem að kannski þekkt ekki þannig að ég fór í það að halda því sér svona dálítið og það er orðið síða sem að hefur orðið einhverja 6.500-600 fylgjendur sko þannig að það er orðið og fer víða heim
og svona maður verður svona dálítið hissa þegar maður sér sum innlegg fara í sko lesningar upp á kannski 50, 60, 70.000 manns. Já, það svaka mikið. Já. Ertu ekki að fara út á land, hringinn í kringum landið með drónan eða svoleiðis? Jú, þegar ég fer í ferðir og ferðalög út á landa þá hann alltaf með og það kannski frekar ég gleymi konunni heldur en honum. Hvað segir konan? Það er alltaf stoppandi? Hún rosalega skilningsrík á þetta og þetta gæti ekkert gengið svona vitleysa nema að hafa góða konu á bak við sig. Já. En þetta náttúrulega vakið athygli hérna í heimabænum líka, er ekki alltaf verið að tala þetta við þig? Jú, ég stoppaður og spurður út í þetta og annað og fólk hefur gaman að þessu og menn fylgjast með, sko. Og náttúrulega eigendur bátana og sjómennirnir á þessum bátum sem þú ert að mynda, þeir eru náttúrulega... Já, maður sér fólk fylgjast með og meiri segja að maður svona hættur að skilja, sko, að það voru konur mikið sem voru bæði að líka við þetta og stundum komu komment frá þeim en þá kom nú í ljós að það voru eiginmennirnir sem ekki voru á Facebook sem að laumuðu sér þar í gegn. Já, þeir eru nú víst nokkrir. Já. En þú varst að mynda hérna núna þegar við komum að hitta þig og mynda bátana kom inn? Já, ég var að mynda þessa sem eru hérna að landa núna og það nú oftast nær svona þegar ég að koma úr vinnunni og annað, þá kíkir maður á skipakortið og Marine Traffic og sér hvort það sé ekki eitthvað að ske og þá skýst maður heim og grípur græjurnar og fer niður á kamp. Og þú varst hérna daginn í heiki þegar varskipið kom? Jú. Ég lét það ekki fram hjá mig fara. Enda náttúrulega fyrsta skipti í sögunni sem að varskip kom hér inn. Svona í alvöru stærð. En hvað, ertu að hugsa áhugamáli í vinninu? Hvað ertu að gera? Þú ert að vinna á Vísi. Já. Hvað ertu að gera hjá þeim? Ég starfa sem verkstjóri þar núna. Búinn að starfa hjá þeim í rúm 20 ár og var áður sem vélstjóri og í viðgerðum við vélarnar og þjónusta það og skipti núna fyrir, það komið á annað ár síðan ég skipti og það, mér líkar mjög vel að vinna fyrir þá. Þetta gott fólk og góði menn að starfa fyrir. Það mikill fiskur í Grindavík. Já, og þetta snýst. Allt fisk hérna. Já, mjög mikið. Mjög mikið, sko. Þó þetta hafi nú breyst og landslagið breyst í vinnslu og veiðum og annað en þá þetta nú í grunninn alltaf þetta sama.